Sæl öll svömmul. Já, hæ. Þið eru að hlusta á tvo kalla. Djöfull eru mikil kallar. Fyrsta skipti í hlaðvarp sögunni, tveir kallar með podcast. Settist niður og tala saman. Þetta er sögulegur viðburður og bara, þú veist, til hamingju því sem að eru að verða vitna að þessu. Þetta er ótrúlegt. Skoðanir okkar, Þorsteinn, eru mikilvægar. Já. Og við getum ekki verið að eyða þeim bara í eitthvað tveggjamanna tal. Það þurfa allir að heyra okkar skoðanir. Já, og við, þú veist, það sem er svo fallegt sko er að við gerum okkur grein fyrir því hvað þetta er mikilvægt. Já. En hérna já, bara það er samt, sko við ætlum samt ekki bara að vera fávitar. Við ætlum alveg að reyna að vera að vanda okkur sko. Já, vandaðir fávitar. Já. Og það er mjög mikilvægt sko að þetta má vera smá gaman en samt ekki of mikið. Nei. Við höfum ekki missað þetta í eitthvað glenn sko. Þetta má vera sko, þetta má vera flip en ekki fíblagangur. Já. Og við ætlum að reyna, eins og við sögum í 0. þætti. Já. Þú veist ekki mjög hrifin af því nafni? 0. Já. Jú. Við ætlum að reyna sko einmitt að taka svona málefni og hérna og svo erum við með fasta dagskrárliði og við ætlum alveg að vera léttir en við ætlum að vera líka einlægir. Já. Og kynnast og hérna svona fara smá dýft. Já, við vorum að tala um þetta í 0. að við sko við þekkjumst örugglega minna en fólk mögulega heldur. Og hérna við ætlum að kynnast hvort öðrum í gegnum þættina og okkar baksugu og okkar ferðalagi. Af því að það hlýtur að vera mjög mikilvægt og merkilegt og áhugavert fyrir alla sko, og öll, en ekki bara okkur. Já, mjög merkilegt sko. En við þurfum eiginlega að byrja á einu. Já. Af því að nú fór sko þáttur 0 svona eiginlega eingöngu í að við vorum að hlusta á mismunandi intrólög og ætlum að velja introlag. Shit, já. Þannig að fyrir þau sem að hlustuð á þann þátt og taka vel eftir, þá er ekkert af þessum lögum lagið sem varð fyrir valinu. Ég hef búin að gleyma það mér þess að það er svo langt sko, þetta er svo langur tími. Já. Nei, viltu aðeins útskýra það? Já, við sem sagt hvað að segja, við vorum komnir hérna niður í 2 lög. Já. Og þú varst rosalega hrifin að öðru þeirra, mér fannst það fínt. Og ég var rosalega hrifin að hinu og þér fannst það ógeðslegt. Já. Og ég hérna sendi þetta í ganni á á 3. Ok. Og eitt þeirra er góði vinur minn, Pétur Jónsson. Hann vinnur við að hérna búa til stef og lög og auglýsingar og alls konar í sínu fyrirtæki sem heitir Medialux. Og hvort finnst þér betra? Hvort er meira viðeigandi? Og hann svarar, þetta er ekki nógu gott. Ég held ég eigi eitthvað hérna í skúffunni sem ég megið bara nota. Ok. Hann sendir okkur þarna nokkur hvað við segja, nokkur svona stef sem að hérna hann hefur búið til og eru ekki í nótkun. Og við stökkum báður þetta bara strax. Þetta var það sem við fílum áberandi best. Já, ég menna við getum bara leyft ykkur að heyra hérna. Þetta er náttúrulega bara, þú veist, hérna takkið. Það er ekkert hvaða podcast sem er bara í þætti 1 komið með sko custom made tónsmíði frá fagmanni. Þetta er ótrúlegt. Ha? Nei, þetta er alveg, það hefði samt verið gaman ef við höfum getað sagt sko að þetta hefði verið sér smíðað fyrir okkur. Já, það var það sko, bara að beið í 3 ári skúfu. Já. En hérna, en já, þetta er brill og við þökkum Pétri kærlega fyrir að með að nota þetta. Já. Endurgjaldslaust
enda þó við séum 2 kallar þá eru bara 2 fátækir kallar eða allavega ég og enga peninga Já, sko, kallar náttúrulega, það sannast hið fornkveðna, sko, að kallar eru köllum bestir og ef það þarf að redda einhverjum kallavinni sínum þá bara það gert og ég ég og Pétur erum búin að vera mjög góðir vinnir í hvað held þessi orðin, einhver 8 ár kannski og ég fór að hugsa einmitt svona út frá þessu að sko ég var að hugsa svona hvað ég að segja hann Pétur þegar ég þakka honum fyrir lagið og það fyrsta sem kom upp í hugan var bara að gera grín á honum Já. og þá fór ég með að velta þessu svolítið fyrir mér sko og ég held að sé nefnilega svo algengt hjá köllum að gera grín af vinnu sínum sem maður heyrir ekki mikið hjá öðrum kynjum sko og ég ætla svona að segja þetta yfir í fyrsta liðin í dag Nú er spenntur Fyrsti liðurinn í dag heitir eitthvað dagsins Ok og í einhverju dagsins þá langaði mig að tala vinskap karla eða vinasambönd karla Og til þess að útskýra þetta aðeins við semst erum með nokkra dagskrárliði og við munum skiptast á að ákveða efnistökin þar að segja í þessum dagskrárliðum og ég vissi ekki hvað eitthvað dagsins var í dag þannig að hér kem ég bara blanko í þetta Já, ég held nefnilega að það sé svolítið gott útvarp sko að annar svolítið svona undirbúinn og kannski búin að finna nokkra greinar eða horfa á eitthvað þátt eða hlusta á eitthvað podcast eða svona undirbúa þessu pínu og hinn að koma með svona first impression hann kemur bara svolítið kaldur og getur þó kannski aðeins verið að spegla og spjalla og ég fór aðeins að stúana okay. og var aðeins að skoða þetta vináttu karla og sko það byrjaði svolítið að þessu sko, þú veist, Pétur, ég fyrir örugglega bara eitthvað að gera grína í hvað hann gamall og þú veist, sköllóttur og eitthvað svona, þú veist, það var svona fyrsta sem að kom upp í huganum mér og svo fattaði bara hvað það er toxic sko, en það er svo eðlilegt og þetta fór með mig í smá Google og ég rakst hann á nokkra greinar og ein þeirra fjallaði grein sem að var á The Onion okay. sem svona fyrir þau sem ekki þekkja svona, hvað var að segja kalthæðnislegur fréttamiðl Þetta er semst ekki fréttir þetta er ekki alvöru fréttir Þetta er tilbúningur Já. Og þar var sko grein sem að heitir Area man unsure if he's male bonding or being harassed og ég held að þetta sé svolítið áhugavert element sko, þú veist, við þekkjum þetta held ég allir sem að eigum eitthvað svona vinahóp að þetta gengur rosa mikið oft út á einmitt að gera grín, hæðast að útliti fíblast með eitthvað í lífi vina og svo kolli og þessi grein var varst hún svolítið góð sko að svona eitthvað slá í öxlina og komu uppnefni og eitthvað svona þú veist, þá var maðurinn í greininni hann var ekki alveg viss hvort það væri verið að leggja henni einelti eða hvort þetta væri bara góð vinnur Einmitt sko já þetta náttúrulega tengist kallmennsku og vináttu kalla sko ég náttúrulega skoða þetta bara í tengslu við kannski mín vináttusambönd og eitt af því náttúrulega þessi gegnum gangandi kaltæðni sem að virðist vera hluti af male bonding og ég tek eftir því að því að nú semst erum við, ég, þú og Hulda við erum saman í spjalli og svo bara ég og þú og ég og þú tölum öðruvísi saman bara ég og þú heldur en ég, þú og Hulda og og ég átti einu svona mjög góðan vin sem að var rosalega sniðumaður og svo fattaði sko
ég var alltaf svona alert í kringum hann þú veist, af því að hans karakter var svo mikið að skjóta og svo fljótur að skjóta og svo kaldaðin og svo mikið grín að og svo stundum fór það overboard, þar að segja að hann var eitthvað ósáttur eða eitthvað pirraður eða jafnvel eitthvað sár út í mig eða ég veit ekki, eða lítið í sér að þá fór grínið og kaldaninn að snúast út í eitthvað allt annað heldur en svona bonding, heldur var þetta að fara að tæta og ekki bara út úr þessari reynslu en ég semst fjallaði mjög mikið þetta og ég veit að þú kannski vissir það ekki, ég fjallaði mjög mikið þetta í fyrirlestrunum mínum þetta element í kallmennsku fyrirlestrunum, þetta element ég hef náttúrulega aldrei setið fyrirlestur nei, það er ógeðslega fyndið að þetta er alveg sko, þú veist í fyrirlestrunum mínum, þá var þetta svona ákveð pík þegar ég fer, þú veist, ég er búin að fara í gegnum feðraveldi og kallmennsku kenningar og fara í gegnum svona basic element og svo fer ég að draga þetta í svona hversdagslegan búning sem við kannast við og eitt af því er með þetta með vináttarsamböndin hvernig við höfum bara tólkað það sem svo að þú veist, þú mætir og þú veist, út með nýtt skegg ég hef ekki séð þetta skegg og ég byrja að drulla yfir þetta skegg hvað gerðist eitthvað svona og það sem er í gangi þarna ef maður svona les út frá fræðum og bara öllu og veit að sko þar sem þú tekur bæði, er eitthvað að skeggjunum mínu en þú sér líka hann tekur eftir mér, hann er að sjá mig þú veist, hann er að knowledgea mig sér skeggi mitt og svo heldur þú bara áfram að lesa er hann að drulli yfir þetta, finnst hann að ljóta eða ekki og ef ég hætti að skjóta og drulla þá fattar eftir á hann var að fíla þetta en ég sagði aldrei, hei flott skegg, ég fílaði hvernig þú ert svona, ég segi ekki beint og einlægt ég drulla á þig og ég meina, ég sé þetta á í vettvangsathugunum sem ég gerði í náminu mínu og settist ég inn á ónefnt kaffihús þar sem koma saman kallar og ég var bara að hlusta á umhverfið og þar gerist ein fræg sena í mínum fyrirlesturum það er að það kemur inn maður það er svona kallar sem sitta og er að spjalla og þeir eru að tala um undirlandsferðir og þeir eru að tala um alls konar og þetta er svona einlægt og fallegt og gott og þetta er greinlega þéttur hópur svo kemur einhver inn löngu setna og þá heyrist já það er mikið á lætu sjá þig helvits aumingi maður ég held að þú væri eitthvað svona bara drull yfir allan salin og svo sem er að labba inn hann drullar tilbaka hvað er þú að rífa þig hann er ekki eins og þú hefur eitthvað svona og svo bara taka þér kalla knúsið og berja hvernig hann á baki og svo fara þér bara spjall eitthvað juicy shit sko og þetta er ógeðslega einkennandi í vináttarsamböndum kalla og það sem ég velti fyrir mér hvernig myndi okkur líða ef við myndum actually segja það sem við erum að meina ef ég myndi í alvörinni eins og þessi gæður hann myndi segja nei, ég held þú myndir ekki koma, ég var svo miður mín að ég er svo fegin að sjá þig já, vákvæði fegin að sjá þig, ég saknaði hana því að það er svo langt síðan þú mætt og hinn eitthvað, já, sömuleiðis þú er ekki mættið ég er búin að sakna ykkar veist, þetta gerist ekki, sko nei, einmitt og bara, why not þú veist þetta er áhugavert, sko ég skoða aðeins tölur og það er sem sagt þetta er Brynda Bandarískonun hún er frá 2021 eða rannsókn og það kemur fram að sko menn almennt eru með færri félagsleg tengslasambönd en þeir myndu vilja 27% kalla segjast eiga yfir 5 vini sem að eru nánir vinir og árið 1990 í rannsókn sem var gerð á sama hátt þá voru það 55% þannig að við kallar eru að tapa vinasamböndum sem er áhugavert þannig að 1990 var þetta sami hópur ekki sami hópur, en rannsóknin var framkvæmd á sama hátt. Já, þannig að þetta er kannski segjum bara sama aldurspil, þannig að 30 kallar 1990 eða fleiri vini heldur en Akkurat. Já, ég skil, ok. En reyndar kom líka fram að vináttusambönd kalla eftir því sem þeir eldast þeim fækkar. Já. Þannig að það er líka sávingild sko, en vitum ekki, er það af því þeir eldast eða er það af því að vinasamböndum kalla er almennt að fækka, ég fór ekki alveg þetta í þetta sko. Sko á
í 1990 rannsókninni þá voru einhverju 3% kalla sem segjast ekki eiga neitt náið vinasamband en 2021 var það komið upp í 15 sem hlutfallslega náttúrulega svakalega aukning og sjá, svo var annað sem var gert í Bretlandi og þar kemur fram að 27% manna segjast eiga bara enga vini, bara enga nána vini. Þessi 30%? Já, 27% Breta í breskra kalla í 2018 og sú rannsókn kemur einmitt fram á þetta sko, að vinasamböndin þau verða veikari eftir því sem eldast og 22% manna sem eru 55 ára eða eldri segjast aldrei hitta vini sína þetta næstu fjórðungur sko og ég held að þetta geti tengst hvað ég að segja vaxandi einmannaleika og vanlíðan karla já. og hitt sem ég skoða aðeins með tölunar er að í öðrum rannsóknum og það var ekki farið kannski beint í rannsóknar sjálfan þetta var eitthvað svona þetta var aðal kallinn sko sem að var þetta ekki einhver Dr. Robin Dunbar sem að var að segja frá svona almennt sínum niðurstöðum og þar var komið inn á til dæmis að gott útvarpa hlusta mig leita að einhverju þetta að minna en helmingu kalla er ánæður með vinasamband sín inn á 50% og myndu semst vilja eiga nánari eða betri? Já, nánari og betri vinasamband og 20% kalla segjast fá emotional support frá vinnu sínum það er yfir 40% hjá konum þannig að tölurumunur og í hans rannsóknum þá kemur nákvæmlega sama þetta versnar með aldrinum þú veist, æskuvinninir detta út missa sambönd, missa tengst og það verði ekki jafn svona hvað við segja þetta verði ekki jafn svona mikil einlæg vináttu sambönd og það sem að hann segir þessi Robert Dunbar og er bakkað upp hjá fyrstu greininni sem við talaðum sem er þetta bara heimspeki heimspekingur sko var ekki mikið að stíðast við rannsóknir en svona það er Ískara Fílefa þar er svolítið hvað ég segja útgangspunkturinn sá að kallar þeir eiga vini í gegnum áhugamál þeir eru svolítið bara svona eins og bara þegar við honum strákar við bara hjólum ekkert og svo bara förum við og spyrjum eftir ykkurum og bara viltu koma út að leika og það fylgir köllum svolítið á fullorðinsárinu sko á meðan konur eru ekki þar og ég ætla að leyfa mér að segja þó svo að ekki staðið þarna að það sé kannski að hluta til að því að konur eiga færri eða sjaldnar áhugamál, færri áhugamál af því að þær hafi ekki jafn mikinn tíma og við fáum og gefum okkur tökum okkur já. Þetta, vá, hvað er áhugavert veist það vá, þetta kom óvart við erum bara svona fullorðin mannabödd já. Að leika okkur og það dugir okkur að vinir okkar séu bara með sömu hobby og við séu bara saman í golfinu eða saman að horfa boltan og drekka bjór eða þú veist, eitthvað þannig meðan konur, og þetta var bakkað upp af því sem greinu sem við erum að lesa að konur, það skiptir þær meira máli hvernig persónuleiki vina þeirra og hvort að þær geti fengið smá þetta emotional support sem að kallar einmitt tala um að á vandi hvort að þær geti fengið það hjá sínum vinnum og vingunum sko vá, hvað er áhugavert, það er svo margt annað sko en ég er bara fórðin, hvernig tengir við þetta? Hvernig tengi ég við þetta?
að hluta til tengi ég alveg slatta við þetta sko. En ég hef samt held ég alltaf verið svolítið svona þú veist, mér finnst ekkert mál að eignast eitthvað svona hobbyvinni, þú veist, ég mikið í henni göfu íþrótt frisbígólfi og svoleiðis og ekkert mál bara eitthvað, já, tökum hring saman við strákanir og eitthvað svona það var mjög mikið bara, að því að nú inn í fluttur frá Bandaríkjanum var þar í 7 mánuði að þú veist, maður hitti bara eitthvað út af velli og það kemur bara til manns eitthvað svona kall, bara svona svolítið eins og, þú veist, strákar út að leika bara hæ, ég heiti þetta og eitthvað, já, ok, ég var að spila saman, já, ekkert mál og svo eftir hringinu bara, heyrðu, hérna er símanúmerið mitt, viltu ekki hringi í mig bara næst þegar þú ætlar að spila völlin hérna, þú veist, þennan og eitthvað og ég bara eitthvað, þú veist, ég var svo óvanu þessu að því að Íslendingar kannski skiptast ekki almennt á símanúmerum, við erum meira bara svona að lörka hvort hana á Facebook og eitthvað svoleiðis, bara, já, ekkert mál þú veist, bara, ekkert mál en hringir í hann? En, já, við tókum átt hringir saman en það var aldrei að fara að vera neitt meira af því að þú veist, ég líka hugsaði bara ég hef ekki alveg tíma í það og ég ætla ekki að eiga einhvern emotional support vinn í Bandaríkjunum, skilur, ég er bara að fara heim til smásteð, en hérna á Íslandi þá kannski fer ég meira í þann pakka, sko, að þú veist maður vill allavega að fá eitthvað svona út úr vinu sínum annað en bara að þessu saman að spila tennis, skilur, þú veist að hérna Já, sko ég sko nú er þetta public þáttur sko, þannig að það er spurning hversu mikið maður á að opna sig hérna. Við erum bara tveir inn í herbyggi, hvað meinar þú? Nei, ég sé alltaf sko, ég skal lengur segja. Sko, eitt af því sem að gæti gerst í þessu verkefni okkar að því að við ætlum, þú veist, bæði að fara á dýptina og svo ætlum við að reyna að vera ekki mjög kritískir en það mun potið gerast að við munum fara inn í ykkur heitt málefni sem að gætu orðið að fyrirsögnum og devaf og það er svolítið mitt líf síðustu ára að sjá sjálf á mig Þú ert náttúrulega á prósentum þar, eða ekki? Ég ætti að vera það allavega en og líka bara, þú veist það er ekki bara devaf, sko, það er alveg líka sá það til dæmis í kostningunum að því ég vogaði mér að gaggrina sjálfstæðisflokkin þá allt í hennu bara eitt kvöldi var ég að skrolla á Vísi þá bara andliti mitt og þingflokk formaður sjálfstæðisflokksins að gaggrina orðræðu mína og það var aldrei talað um mig, ég fekk aldrei tækifæri til þess að segja neitt, sko. En allavega, þannig að það gæti gerst og hér er ég mögulega að fara að búa til einhverja frétt fyrir einhvern að sko að vináttu sambönd mín þeim hefur fækkað frá því að ég fór að verða dálítið róttækur feministi og sumtaði syrgi ég ekki sumtaði var meðvitað og annað var það ekki og það bara tengist ólíkum hlutum en ég svona þegar ég skoði þetta og ræði þetta heima að mér að þá í rauninni ég áttaði maður bara daginn, þú veist, ég á eiginlega engan vin sem að ég svona á emotional support við ég átti það svona trúnaðarvin sem að bara þetta er í gangi sko að hluta til, þú veist, og þá er ég ekki að segja að þessi vinir hafi farið að hafa gerst eitthvað, að hluta til allavega svona með eitt sko sem að hefur fylgt mig lengi, þá gerðist það bara að því að líf okkar varð svo ólíkt þú veist, líf okkar breyttust og fyrst var ég eitthvað svona eins og ég sé stelpur í kringum að gera konur að það er svona þvinga inn þú veist, bara við verðum að hittast þarna og svo sé ég huldu bara einhverju geðveiku basli bara eitthvað að fara að hittast af því að það er verða að hittast einhvern veginn á meðan ég var ekki að leggja mig svona mikið fram um að halda þessum tengslum þannig að þá bara feituðu þau það var einmitt komið inn á það í grunni þetta er eitthvað sem er búið að mæla og sjá að köllum hættir frekar til að leyfa vináttusamböndum að dofna Akkurat. Og verða engu að því að þeir eru svolítið, ég held að það hefur bara verið talað um að þeir eru bara latari, ég held að það hefur verið orðið veit ekki hvað sem er rétt orðið en ok en það krefst líka einlægnis skilur og ég náttúrulega tengi nánast í allt sem kemur að svona kynverund karla getur við sagt að hvað er kynverund? Nei, bara það að vera kallmaður einhvern veginn okay. Þú veist að ég tengi allt við kallmennsku þú veist og þetta er náttúrulega bara við erum að díla þarna í vináttusamböndum okkar við kallmennskuna alls ekkert meðvitað
ég held bara einmitt alls ekki með þetta en einmannaleikin, vináttursamböndin kaldaninn, þetta allt saman getur við skoðað út frá ferðaveldu kallmennsku hugmyndum og hvernig í rauninni kallmennskar að vinna gegn okkur í þessu samhengi að því að, ég meina, kallar að þjást undan einmannaleika sem þýðir, þeir vilja ekki einmannaleikan á meðan kannski ég og líka Hulda sérstaklega í kjölfara útgáfu þriðjuvaktarinnar að þá bara einhvern veginn fundu við hvernig við höfum þörf fyrir einangur okkur veist, það var einhvern veginn ómikið læti og við vildum bara fara í einhverja búblu og hérna einangur okkur en já, þannig að með vináttursamböndin og líka þegar þú nefnir æskuvinina að við höfum, þú veist, ég átti hérna, þú veist, var með strákum í grunnskóla og framhaldsskóla, dásamlegi menn en aftur við vorum að þvinga inn, sérstaklega kannski þegar við vorum svona ballausari og hérna, og yngri þá vorum við að búa til svona ásatíðir og þú veist, vorum að búa til íventa já, og höfðum nafni yfir félagskapin okkar og svona lögðum rækt við þetta svo flutti einhverju til útlanda og við heldum samt áfram að hittast á jólunum eða vorum með svona fasta punkta en svo einhvern veginn bara fundum við held ég svona aðeins að segja að sumir voru með sterkari bond við hvort annan inn í þessum hópi þannig að við hættum svona að vera alltaf hópurinn og vorum meira bara svona einstaklingandir þannig að þá er henni gerist að sambandi við æskuvinnina rofnaði og dofnaði og feitaði eiginlega bara algjörlega út að hluta til eðlilega og skiljanlega því að við erum að lifa svo ógeðslega ólíku lífi og mér finnst það að hluta til bara allt í lagi að þetta gerist en þegar maður skoðar þetta út frá rannsóknum þetta er þema sem enginn kalla að þá er ég svona djöfusins klísja maður hefði nú kannski aðeins átt að ég hugsa út frá sjálfum mér ég ætti kannski aðeins að vinna gegn þessu mynstri að láta þetta ekki gerast í þessari dæmigerðu kallmennsku vináttu einhvern veginn. Akkurat. Og þetta er svolítið, þetta rýmar bara mjög vel við niðurlagið í einn af þessum greinum sem að Justin Pearce skrifar og hann er meðferðaræðili og hann er bara að segja bara, veist, það er bara svo mikilvægt fyrir kalla að átta sig svolítið á þessu og að byggja upp svona kallmennsku vinasambönd sem eru ekki eitruð þar sem að þú getur jafnvel deilt einhverju persónulegu og fengið eitthvað feedback tilbaka og hann og líka hann Dr. Robin Dunbar sem ég talaði um á hann þeir eru báðir að tala um það að nei sorry, það var ekki Dunbar, það var hún Ískra þau eru bæði að tala um það að sko það er rosalega algengt mynstur og nú er, við erum bara svolítið að alhæfa, við erum svolítið að tala um kyn eins og þessu tvö og svolítið að tala um að allir kallar í engonu og allt svo leiðis almennt, við erum að tala almennt við erum að tala um, og mynstrum við erum að tala um algengt patterns að sko það sé svo rosalega algengt að eigin kona kalla sé þeirra eini trúnaðarvinur og það er ekki endilega gott fyrir sambandið eða hjónabandið. Nei, og líka ég vil lesa rannsóknir sem að í rauninni og það var bara að tala um daginn held ég að kallar í sambúð með konum þeir eru hamingjusamari heldur en konur í sambúð með köllum og þetta er alltaf tengst líkin á þriðjuvaktina og tölum um þetta þar en konur bera líka mjög oft ábyrgð á vináttursamböndum kalla Nákvæmlega. Og þegar kallar skilja þá missa þeir oft líka missa vini já. Þetta er dæmi gert en já, þetta er mjög áhugavert shit hvað þetta er áhugavert Já, þetta var svona það sem ég langaði að koma með inn í í eitthvað dagsins já. Bara svona smá vangaveldur um þetta vináttu kalla þetta var aldrei eitthvað það ekki, þetta var eitthvað ég sko, þú talar um að vináttu sem kalla engjannast af að því að gera eitthvað saman já. Og ég er með pælingu já ég meina pælingu ertu til í hana? Ég er til í hana, okay. Veit ekki hvernig en ég er til í hana okay. Þetta er sem sagt, þetta er eitthvað sem þú er búin að undirbúa og ég er komið kaldur, bara svo lesendu viti Já, okay. Herðu, kontu aðeins með mér aðeins, maður sjá já, stígum aðeins út maður sjá Kíkja aðeins á bátinn minn ertu ekki til í að kíkja aðeins á bátinn? Það gerast Kíkjum aðeins í bátinn reyna að setja hann
Nei, djöft, herðu Það kom eitthvað djöfis skip helvíti skipið maður, herru, ég ætla að henda bátnum hérna aðeins í gang bara ok, læt hann rúlla bara herru, svona hvernig fannst þér þetta? Þetta er góða leikþáttur Er það ekki? Já, ok, en við kallandir, við erum að fara að sigla Já, ekki að kíkja aðeins út Ok Hérna þetta er liður sem að við ræddum og hérna ég veit ekki hvort að hann muni lifa sko, heiti bátsferðin Já tökum alltaf svona leikþátt en hérna sko þetta er svona sem ég var að hugsa með að því að við töluðum að fara á Trúnó Já og Trúnó dagsins Já, Trúnó dagsins og ég fór að hugsa að við getum ekki verið með dagskráli sem heitir bara Trúnó eins og einhverjir hérna þú veist En við getum verið með dagskrálið sem heitir eitthvað Já, það er gott það er, þú veist, það var annað að það væri sko staðurinn dagsins eða eitthvað, það var svona korni og leðalegt Já og Trúnó er svona pínu korni og leðalegt Okay. en hérna en Bátsferðin bátsferðin Það er vinnu heitið allavega Já. Það er alveg ekki með ljós Já, og þá til ég finna eitthvað annað intro að því að, þú veist, ég get ekki verið að taka sama leikþáttin hérna Alltaf ný leikþáttur Já, okay. ég mitt, nýr leikþáttur en bátsferðin er svona, ég hugsaði þetta sko, ok, hvað gera kallar? Kallar sem ætla að fara á Trúnó þeir myndu fara í púl þeir myndu fara í bjór horfa á boltan Akkurat þess að við vorum að tala um Já, þess vegna hugsaði þeir gera eitthvað saman og þar á sér oft stað eitthvað samtal sem að er djúft, sem að er emotional support þú veist, þannig að þess vegna hugsaði ég förum í bátsverð okay. Þannig að við erum mættir hérna út á Skerjafjörðin Ballarhafið siglum hann það saman strákanir eru með, ég ætti náttúrulega að láta hérna bátinn rúlla undir en öldunið ölduniðin sko, djöfullin hafa ekki fattað það, ég átti að plana eitthvað Trúnó segir sko, og hérna ég átti bara í vandræði með þetta bara í miklu vandræðum og mögulega af sömu ástæðu og áðan ég var að tala um, hérna, þetta er opið podcast skilur, það bara getur hver sem er tekið þetta upp og þú veist og bara eitthvað þannig að ég hugsaði fyrir þennan þátt hugsaði ég hverju á ég nú að deila með þér Haukur og manstu, áðurnum fórum upptöku þá var ég búin að hugsa, ok, ég kom með eitt ég sagði við þig, ég er búin að glemma hvað það var ég er búin að glemma hvað það var Það er 35 minnir síðan Já, okay. En svona er ég sko Já. og hérna jú, ok, mögulega ég nefnilega hef dálítið mikið verið hjá sálfræðingi ég er nefnilega ekki mætt í smá tíma og kannski bara brúaði þarna yfir í Trúnó ég veit ekki og þegar ég fótt til sálfræðingsins semst ok, ég hef oft farið til sálfræðings og ég byrjaði í ham og ég byrjaði einhverju basic og það leiddi síðan yfir í parameðferðum ég og Hulda og við höfum oft talað um það og svo fer ég og mér er sagt að ég þurfa að fara þú veist, ég sé með eitthvað tráma og ég kannast ekki við það sko, af því að mín æska bara var góð og mína minningar hérna, mína æsku og líf mitt bara almennt er sko bara jákvæð, það eru allar jákvæðar síðan fer ég til sálfræðings svona EMDR sérfræðings og hún bara fær söguna hjá mér og svona fyrir yfir hlutina og ég fyrir að segja henni alls konar og þá svona já, vá, það er nú svolítið mikið fyrir barn að upplifa þetta, segir hún Ok Sem þú áttaði ekki á það? Nei, engan veginn sko og hérna, já og eitthvað svona, og ég svona hvað var að gera mikið úr þessu og hérna, dramatík er þetta eitthvað allavega hana, við endum á því bara að ég átta mig á því að það er ýmislegt sem að hefur orðið til þess að ég er eins og ég er þú veist, það er ýmislegt sem að hefur gerst og móta mig, sem að bara gerist í lífinu sem að hefur móta mig það sem að ég er að fara að segja hérna er þegar við vorum að fara að vinna með erfiða hluti og í MDR þá er unni með sem sagt hérna, þú veist, það er unni með partavinnu, það er unni með svona, já, minningar og einhvern veginn verið að
hvað maður að segja, draga úr vægi svona, og styrk erfiðra tilfinninga og þannig að maður tryggirist ekki bara inn í eitthvað rugl og eitthvað, ég meina bara fólk sem verður fyrir mjög alvarlegum áföllum, það fer oft í EMDR til að vinna úr því, en ég er semst með það sem að kallast svona komplex tráma, flókin áfallastreita og þegar hún er að vinna með hluti hjá mér eins og til dæmis bara já, eitthvað úr æskunni og þá svona eitthvað, ok, herru, við ræðum alltaf saman fyrir tíman og hún segir, já, ég var að vinna með þetta þarna atvik og ég eitthvað, ok og svo segir hún mig, já, hérna, rifið þetta eins og fyrir mig og ég byrja að tala og mögulega kemur eitthvað tár eða mögulega fer ég að lýsa einhverju erfið og hún spottar það og hún kannski tekur eftir að ég er að upplega einhverja tilfinningu. Ertu þá að tala bara, þetta er bara eitt spesifik einhver uppákoma í æskuðinni sem við tala núna, eða sem vorst að segja henni frá? Já, en þetta þarf ekki einu svona að vera uppákoma, þetta þarf bara að vera einhver minning og í þessu tilviki þá hérna kem ég til hennar og ég segi henni, ég man ekki eins og hvað var og ég man ekki nákvæmt dæmi en hún spyr oft, já, hvenær hefur upplifað þessa tilfinningu áður? Ég kannski að tala um eitthvað í dag og þá spyrum mig, hvenær hefur upplifað þetta áður? Og ég er svona að ferra rifið upp, já, mögulega þarna þegar ég var 11 ára eða mögulega þarna, og hún eitthvað, ok og hérna, hvað var þá í gangi og þá fyrir að segja frá því og þá spyrum mig oft, sko, hvaða tilfinningu finnur þú? Og ég kannski lýsi því og þá segum, hvar finnur þessa tilfinningu? Og ég lýsi því, finna hana í maganum eða brjóstkassum eða eitthvað og þegar við erum að fara að vinna með svona í rauninni trauma eða minningu þá byrjum við að loka honum og halda í þessa tilfinningu og ok og ég finn þessa tilfinningu ég loka honum og ég held í hana og svo eitthvað ég man ekki alveg nákvæmlega hvað gerist í hana og eitthvað og svo segir hún hérna ok og hvað er þessi tilfinningu núna eða eitthvað svona og þá gerist það mjög oft að ég sagði við hana hvaða tilfinningu og ég sagði við hana hvað voru að tala um og ég bara raunverulega ég datt út og ég bara raunverulega mundi ekki hvað ég var að tala um og tilfinningin meira þess að þegar mann er bara hérna, ég er að tala við þig og ég er að rifa upp einhverju minningu og ég finn tilfinningun í mann bara eitthvað sting og þetta er bara ógeðslega von tilfinning og ég ætla svo að halda í hana þá bara fer hún og ég var alltaf að tala um þetta bara, hún bara fer sama hvað ég reyni að pína minni einhverju vonda tilfinningu, hún bara fer og þá vildu hún menna að ég væri með svo sterka, það sem hún kallar varnarparta sem að hafa einhvern veginn bara búist til í gegnum lífið mitt sko, og hafa hjálpað mér í gegnum lífið til þess að blokkar þetta þá? Ég bara til þess að ég upplifi ekki svona mikið sársöka og kannski til þess að ég geti haft eitthvað drive eða eitthvað, ég veit það ekki, ég er ekki sálfræðingur þetta er það sem hún segir og hérna og þannig að já, þessi varnarpartur hann bara riður öllu í burtu og ég tengi þetta við það, ég held að það sé að hluta til ástæðan fyrir hversuna ég hef getað gert það sem ég er að gera af því að ég hef bara einhvern veginn ég er bara svo traumatiseraður að ég get bara ruðst áfram og finna ekkert þú veist, það býtur ekkert þangað til ég fór í þessa helvits úrvinnslu þá fór ég að finna allar þessar ógeðslega vondu og erfið tilfinningar sem ég held að vera hættulegar held að væri eitthvað sem ég þyrfti að bæla niður, að forðast eða eitthvað svona en leið og ég fann hvað ég segja, í rauninni fekk verkfæri eða fekk sko outlet til þess að sitja í þessum tilfinningum þá fór ég að geta sko betur átt að mig bæði á sjálfu mér og hvernig ég virka og raunverulega hvernig mér líður bæði sem maka, í rauninni sem ég var að segja aktivist eða fræðimanni sem pappa, bara leið og ég lærði á kerfi mitt og ég get tekið dæmi þetta er svona bátsverð sem að svona vindur upp á sig og kannski ég ná mikið almennilega að fara alveg að klára dýftin í þessu það var eitt dæmi sem var bara rosalegt sjokk sko af því að ég fór í viðtal í Íslandi í dag árið 2020-2021 eitthvað og sjónvarpsmaðurinn sem tók viðtalið var Frosti Logason og hann fær mig hann fær mig í þetta viðtal og ég hef rætt áður og ég hef rætt við hann og eitthvað
hann fær mér þetta að vita, láðum fórsendum að nú höfum við svo oft tekið svona debate í Harmageddon útastáttunum sem hann var þá með Mána og núna vildi hann fá mig í Ísland í dag, taka samtala okkar þangað inn og ég sagði, ég er bara ekki til ég sé ekki tilgangin í því en við sammælstum að ég myndi fara í þetta viðtal að því að pointi væri að við ætlum að finna sameiginlegan flöt það sem við gætum þó allavega verið sammála um eitthvað og í gegnum árin þráttur að vera þú veist, í rauninni eins og við höfum hvern annan og alltaf að takast á og ég gagnrýndaði mikið og hann alltaf að hæðast að mér að þá var samt eitthvað svona traust þarna traust á að hann vildi mér vel og hann alltaf að standa við orðin sín allavega, þetta viðtal kom síðan út og ég bara þetta var klukktíma samtal sem áttum og ég vissi að þetta klippt niður í 12 mínútur svo ég bara heima á mér og aldrei svo vant þá horfi ég á viðtal við sjálf mig, ég vil eitthvað gera það ekki hvorki að horfi niður hlusta og eitthvað svona en þannig bara var ég svolítið spenntur hvað ætlar hann að gera? Hvað er hann að klippa til? Já, hvernig ætlar hann að gera okkur þú veist, þannig að við séum að dansa smá, hvernig ætlar hann að skila þessar afurð og ég sitt þarna heima á mér einnig í stofu, horfa svona bið og svo bara með leið eins og ég væri inn í einhverju glitsi og væri ekki að horfa það sem ég var að horfa á eins og ég var að horfa á eitthvað svona aukaefni af því að og nú hafði ég til dæmis verið í pólitík ég hafði verið í framboði og ég hafði hort á stjórnmálafólk vera í samskiptu við fjölmiðla og eitt af því sem ég hafði lært var að sko átti viðtali og þið líður illa eða þú upplifir að eitthvað sem á ekki að vera að þá bara stoppar viðtalið þú segir bara, herru, köttum bara hérna og þú veist, förum bara í eitthvað næsta og það það sem ég ger í þessu samtali við hann eitthvað farin að krifja mig eitthvað sem að mér finnst vera off topic og ekki viðeigandi í samhengi við samtali þarna var ég farin að ritstýra sem ég átti náttúrulega ekki að vera að gera en ég geri þetta og í einlægni minni treyst honum bara til þess að þú veist, kötta og fara þá í eitthvað annað sem hann gerir náttúrulega ekki heldur sýnir þetta þar sem að hann semst að spyrja mig kynjakvóta og eitthvað svona stöðut að spyrja það sem að mér fannst vera úttakti við annað sem var þarna í þessu viðtali og hann og ég segi eitthvað ég held að áttum að kötta og bara fara í eitthvað annað og hann ekkert að í viðtalinu ekkert að pumpa mig það og þannig að ég túlka bara sem svo að ok, þetta bara fínt og við förum í eitthvað annað nema síðan afinu þannig að hann sýnir þegar ég segi köttum og svo talar hann inn í og segir já, hann gat nú ekki svara því og skilur málar þetta upp miklu sterkari litum en í rauninni var til sérstaklega að því að við höfðum tekið samtali ég útskýri fyrir hann eftir tökurnar hvers vegna ég hefði köttað hvers vegna ég hefði beðan að hætta og þarna á sig bara að stað bila trúnar brot Upplifir það í viðtalinu sjálfu að hann væri ekki að fara út í þessar pælingar sem þið lögðu upp með eða? Nei, ég upplifði hann ekki ég upplifði það ekki í viðtalinu en það var augljóst eftir á að hann ætlaði sér bara að ná einhverju höggi og hann ætlaði bara sér að búa til eitthvað sjónvarp sem verið talað og svo náttúrulega var það klippan sem var sýnd á Vísi og bara klippt út mínúta þetta var á þeim tíma held ég þegar Stöð 2 var lokað að mér minni það allavega já, það var þannig að það var ekki hægt að horfa á þetta kom bara eitthvað svona trailerar á Vísi já, og það var þetta og þá var þetta einhvern veginn svona það sem var sýnt allstaðar og þá leið mér akkurat, við vorum að tala um MTR þá var ég bara, bara heimur minn bara hrunin þetta er bara eitthvað og í staðis að fara bara beint í attack mode og bara einhverja brjálaða vörn og verða reiður þá gæti ég farið í byrju hvernig líður mér hvað er að gerast núna og ég brást ekki til þessu heldur bara allt þetta kvöld þá var ég bara titrandi sveittur og bara leið skelfilega og svo bara náði ég einhvern veginn, herðu að svona komast undir í rauninni reiðina og svona dræf tilfinningarnar og komst yfir í bara, herðu, ég var særður það það sem gerðist ég er sár svikinn já, ég upplifði særindi ég upplifði þá tilfinningu að og ég bara, mér líður illa og ég bara sár yfir þessu ég bara leiður yfir þessu og svona sólarhring setna þá bara svaraði þessu þú veist, ég gagnrýndi bara á eitthvað, fór yfir þetta og eitthvað sagði frá þinni lið já. Og sama einhvern veginn geti ég gert þú veist, með syni mínum og börnunum mínum þú veist,
þau eru í ykkur uppnámi eða það eitthvað í gangi og ég get bara sest með þeim í þetta og getum farið inn í sko þessar berskjöldu einlægu tilfinningar og ég get bara setið með þeim í því og svona regulera þau af því að ég er reguleraður, af því að ég kann á mig þá get ég hjálpa þeim í samskiptum, þú veist, við Huldu þá get ég líka beitt því að bara ok, byrju, nú er ég eitthvað pirraður, þú veist, af hverju er ég pirraður, þú veist, er ég kannski bara svangur? Stundum er ég bara svangur? Yfirleitt hjá mér. En þú veist, já, að í stað þess að fara í þessar fylgitilfinningar berskjaldara erfiðra tilfinninga sem er reiði, sem er vörn, sem er aggressjón að fara þangað, sko. Já, mér finnst sko þetta, mér langar að koma svolítið inn á já, það sem við erum búin að það litla sem við erum búin að tala þegar við erum verið að móta þetta nýja verkefni hjá okkur sko, er einmitt að sko munurinn á sko því að hvað segja, munurinn á samtali og svona einhverjum svona fullandi menn í morfís að reyna að klekkja á af því að þú getur ekki svarað þessu núna eitthvað svona, þetta er svo ofbeldisfull og leiðileg menning sem að mér langar að geta eitthvað þátt í og ég held sko sumir hérna kollegar okkar þeir eru svolítið að hjakka í þessu í bæði í hérna ég er ekkert bara að tala Frosta Lofarsson og sorry, mér langar ekki mikið að tala Frosta Lofarsson en hérna bara almennt virðist þessi hérna kallapodcasts heimur vera svolítið þar sko. og mér finnst þetta toxic og hérna víst, ég er nú ekkert víst, ég er ekkert celeb skilur, ég er ekkert einhver ég er ekkert nafn sem að fólk þekki en það er svona alltaf að vera að hamast á mér að koma í eitthvað podcast og tala við eitthvað kall eitthvað af því að við erum nú ekki sammála þetta við ekki að er það uppbyggilegar samræður að hérna, ég sitti hérna og svo sé ykkur hérna, podcast hérna, sveppur að reyna að reka mig á gat ég get alveg lofað því að ég geti hérna, jarðað flesta þessa náunga en víst ég get líka lofað því að einhvern tímann get ég ekki svarað einhverju og ég get líka lofað því að það er klippan sem fyrir út en eins og þú hefur upplifað samkvæmt þínu trúnó á Botsferðinni hérna út á firðinum já og það er náttúrulega mjög oft verið að reyna að fá mig í svona átaka podcast þar sem að liggur algjörlega fyrir að sko við erum ekki bara undur meiði heldur erum við bara með alltaf forsendur fyrir þessu samtali ég bara sjá ekki lífi eins nei og að hluta til held ég að sko ég bú ekki alveg í sama heimi og sumir af þessum mönnum sko við skiljum ekki heimin eins og þá er svolítið erfitt að ræða heimin já en þú veist ég hef alveg valið að fara í svona hlaðverk og átt stundum svona samtöl stundum er ég bara í stuði fyrir átök stundum er ég bara í stuði til þess að fara inn í ég ætla að koma inn á þetta eftir, myndum á það fyrir hvað ætlar að vera þetta lengi? Sko fyrsti þáttur er alltaf pilot þáttur hann er alltaf aðeins lengri en hinn okay. eins og í sjónvarpinu sko. ok, hérna ég man ekki hvað það er að tala sko. Nei, ég drapa hér stundum er ég til í átökin sko. Af því að þá skynja ég bara að stemningin er þannig núna og þetta þarf að gerast en yfirleitt nenni ég það ekki og það er mín reynsla að eins og þú segir sko að uppleggið í svona samtölum er yfirleitt að sá sem stýrir því ætlar að sýna heldur betur hvað ég er mikill fáti hvað ég veit ekki neitt og hvað ég er mikill þversögn sem að þú veist er náttúrulega ekki kannski uppbyggilegt og er ekki ef að segja jafnréttinu til framfara eða agendanu sem að ég hef alltaf haft bara frá því að ég fattaði eða bara frétti með ferraveldið það er að fá gaura eins og mig sjómla sem að hafa ekkert þurft að það sem að kyn þeirra hefur aldrei orðið þeim til trafala þar að segja, þú veist, það er kerfisbundi ekkert verið að vinna gegn þeim og eitthvað svona, fá þá bara aðeins til að staldra við að hugsa og
kannski vonandi hugsanlega aðeins svona fara að tengja kallmennskuna við einhverju hluti sem að er hægt að vinna með eða gera eitthvað með en það verður yfirleitt ekki niðurstaðan það verður frekar einhver niðurstaða að hérna, já ég veit ekki alveg hvað Nei, þetta snýst ekki samtal sko Nei. það vera líkilatrið í þessu en hérna, það sem ég ætla að grípa á þann er að ég nefnitt líka, stundum ég til í átök sko já. En hérna ég hef verið með þau átök svolítið á internetinu Já, í hérna á samfélagsmiðlum Já, þú ert reynda rosalegur Ég ætla nefnilega að koma með yfirlýsingu Já, Nú er ég búin að vera að rífa kjaft við menn sem eru mér óskaplega ósamála á internetinu í aldarfjórðung wow Ég held að það séu 25 ár Ok Reyndar var ég á hinuleginu til að byrja með, við förum nánar út í það núna þetta má ekki vera 7 klukkutíma þáttur Nei, nánar út í það setna, ætla að segja, ekki núna en ég er opinberlega, formlega, yfirlýst ég er hættur að rífa kjaft á internetinu Vá Í alvörinni? Já, ég er hættur því Ok Ég nennis ekki lengur, ég er komið ógeð að þessu ég er náttúrulega löngu búin að sjá það að ég er ekki að fara að breyta þeim sem eru mér hrópsamlega ósamála fyrir mörgum árum þá fór ég að sjá að rifrildi mín á internetinu það sem ég er einmitt að setja onni við ykkur að menn sem að ég hef aðra heimsýn en þeir, skulum bara orða það fínt og þá er ég dottinn í morfísleikin sko. Ég er að reyna að hanga og ég er að reyna að segja bara að þú ert svona og það verður aldrei neitt kemur aldrei neitt að viti frá þér fyrir nokkrum árum þá fór ég einmitt að átta mig á því að ég er aldrei að fara að breyta hinum pólnum en það er rosalega margir hérna á milli sem eru kannski að lesa þetta og eru kannski ekki alveg vissir hvort er rétt eða hvort er sangjant eða á hvort veginn heimurinn hallast síðan er ég eiginlega bara í þessi, hvað að segja, ég veit ekki hvað langur tími, einhver örfár þá er ég alltaf að vera bara svona hvað að segja, þetta er svona að vera komið alveg upp að hálsi sko, og bara ég er komið með nóg af þessu ég hef þurft að, við erum ennþá í trúna við ekki Jú, ég hef þurft að díla við sko, hvað ég var að segja ég hef þurft að díla við afleiðingar þess að espa ofbeldismenn upp og það hefur verið á sko ekki eingöngu hótanir á internetinu Ha? Já það hefur bara ég vil ekki fara kannski mikið út í þetta en já bara símtöl og vera að láta mann vita að þeir viti hvar ég er heima ég hef farið til lögreglunar, ég hef opnað mál bara til þess að allt sé á hreinu ef að einhver er alltaf láta til að skara skríða af því að við vitum alveg hvernig ofbeldismenn bregðast við og þeir náttúrulega bara koma upp um sig og sanna sig með svona aðgerðum en það er ekki kannski lykil ástæðan fyrir því en auðvitað er öryggi fjölskyldunar kífurlega stór ástæða en ég líka bara þess utan held ég það er náttúrulega erfitt að greina til sundur en þess utan þá held ég sé bara komið með nóg af þessu þetta er bara, þú veist ég man ekki hvort það var einhverju podcasti sem þú kemur nálægt eða hvað en það var einhver að tala um sko að þú veist þetta er svolítið svona eins og kór sko kórinn syngur þó svo að einn í kórnum takir sér hlé til þess að anda sko nú ætla ég bara að gera það og ég veit líka og ég þarf að viðurkenna það að mjög oft er ég bara að nöldra og rífast til þess að pikka á takka ít og takka, ég veit nákvæmlega hvað þessi gaurar eru að fara þú veist, hvað er að fara að pirra þá, triggera þá stundum er ég bara að sá fáviti og ég þarf líka bara aðeins að horfast auðvitað við það og fullorðnast með það sko og ég ætla að nota þetta podcast ef þetta lifir lengur en En hinn podcastin sem ég byrjað ef þetta lifir lengur enn í nokkra þætti þá ætla ég að nota þetta podcast
til þess að svara fyrir mig ef einhver með einhver segja eitthvað við mig eða kemur einhver frétt eða bla bla þá kem ég bara yfirvegaður, ég er búin að hugsa málið og ég segi frá því á rólegan hátt en ég er ekki trilltur á einhverju helvítis Facebook hóp klukkan 1:30 nóttina þegar ég á að vera farin að sofa í hausinn á mér sko. Þannig að þetta er yfirlýsing þetta er náttúrulega mjög skynsilegt og ég bara styð þetta að langmestuleyti ég hugsa að ég muni reyna að hafa smá áhrif á þetta þar að segja sko að því ég hef alveg séð og ég sagði þú ert alveg trilltur, ég sagði hann og það sem ég er að meina er sko þú ert ekkert eitthvað með sko prik að svona aðeins að tjekka bíflugnabúið þú stingur hausnum inn í búið og bara, hvað segir þið? Þú veist stundum verið bara til í átök Nei, það er svona að segja, þú ert sturlaður og þú bara please hættu því fyrir þína eigin geðhilsu og eins og þú lýsir bara fyrir öryggi fjölskylduna þennar en hins vegar er stundum þannig og ég get sagt það því að ég er stundum að setja eitthvað út eða er til umfjöldunar og svo bara kemur viðbjóðurinn að sjá eitt og einn svona brjálæðing eins og þig eða Olgu eða eitthvað svona sem bara fer hann inn og segir bara eitt málumlegt og fer síðan þú veist, það er algjörlega ómyndalegt Já, en það þarf þá að vera einmitt ég er að tala um að rífast á internetinu sko. Já, bara please hættu því sko. Ég er ekki að tala um að koma með málefnalegt innlegg í umræðu Nei, ok, það er mjög gott Ég er ekki að segja þessi hættur á internetinu Nei, en gott. Ég er hættur þessu að hjakkast í langar eiginlega ekki að segja andstæðingum af því mér langar þetta sé samtal en ég veit að þetta samtal getur ekki átt stað á milli tveggja póla Nei, bara hatursfullum, ofbeldisfullum einstaklingu við getum að sagt það Já, það er eiginlega það sko Já, og þú veist, og svo sé ég líka þú veist, ég sé líka í svona grúppum sem við erum í sko saman, eins og ég sé stundum á pappatips Já, þar hefur oft verið að pota sko. Já, og þú er stundum alveg bara Haukur, þú ert bilaður þú veist, af því að þú ert bara að espa upp Já og færið náttúrulega yfir því skítinn í kjálfarið Já en mér finnst það stundum alveg gaman sko af því að þú virðist alltaf vera svo ógeðslega rólegur og yfirvegaður og kemur með eitthvað rosa Þetta hefur bara fyllt mér frá því að þú veist bara maður þurfti að sko síminn voru að tali þegar þú varst á internetinu veist, það bara, þetta byrjaði þar sko og mér hefur alltaf fundist þetta mjög gaman sko og þú veist hálfpartinn á köflum er ég bara að trolla fólk en einmitt þess að segja, ég er að pikka og pota ég veit nákvæmlega hvernig ég er að tala við og hvernig ég er að espa upp og þú veist hvað pirrar hann mest skilur og ég er nú ferð þá leið en hvað ég segja, er ég ekki bara orðin kannski of gamall í þetta aðeins og þreyttur á þessu, ég nennir þessu ekki lengur Nei, ég er allan að sko orðin mjög svongur núna Já Gaulirna mínar eru farnar að garna Já, þær garna og ég var svona spókvort við mikið fara að fá okkur að borða það bara Ok Er eitthvað svona sem liggur á hjartað meira Ég er góð með þetta sko Já En við náttúrulega En það er ýmislegt meira sem að ég veit að þú vilt tala um Já Eigum við að segja frá því núna? Já, Eigum við að prófa það einu sinni? Já, ákynna Prófa einu sinni? Já, prófa það Sko, þriði liðurinn sem við vorum með í huga Svo getur náttúrulega bæst við liðir og við veitum ekkert hvað við fara að gera Þetta þróast bara, við erum bara tveir kallar að sjá hvernig podcast okkar verður með tímanum Að sko okkur langaði að vera með lið sem heitir Hlustandi dagsins Og Hlustandi dagsins hann er sem sagt ef þetta verður eitthvað þá kannski bara drögu við bara hver er hérna en þá ætlum við að biðja sér hlustendur að senda inn spurningu eða bara topic eða einhvers konar áskorun sem að við eigum að tala eða svara eða leysa á 5 mínútum og við höfum bara 5 mínútur og þó svo við komist ekki að niðurstöðu þá er bara tíminn búinn en við reynum það, af því við erum kallar mössum þetta og við getum gert allt 5 mínútna challenge og bara svona Ég þarf að finna eitthvað intro fyrir þetta Við þurfum að fá intro fyrir það sko En ég er ekki tilbúin með það Nei. En það verður sennilega eitthvað svona noise Svona crowd svona, og
Já, dekkjavæstaði, skiptum dekk eitthvað, Er það? smyrja bílinn, nei, Já. ekki bara græja þetta sko Já. en við náttúrulega tölum ekki um þetta í senasta þætti Nei. eða á samfélagsmiðlum, Nei. þannig að við vorum ekki með neitt, þannig Já. að við fórum styttri leiðina og ég bað konur nokkra já, að senda nokkrar hugmyndir Já. svo að værum með eitthvað í pottinum já. og hún heitir Íris Nóvenstein Já, ég held að það sé borið þannig fram, þetta er eitthvað útlenskt nafn kannski Nóvenstein, ég veit það ekki já. Og hún kom með nokkra pælingar Ok, og ég dró eina og það og þetta er spurning í þetta sinn ok. við höfum 5 mínútur og við höfum að svara spurningunni hvað er erfiðast við að vera kall? Ert þú með tíman? Ég er með tíman, við byrjum núna. Og ert þú að spyrja mig eða erum við bara að Við spjalla ætlum um að svara þessu, bara Bara hvað er báðir? erfiðast við að vera kall? Ok, erfiðast við að vera kall. Ég myndi segja það sem að væri erfiðast við, erum við þá að tala um sískynja gagnkynhneigður kallmaður í íslensku samfélagi? Ef að taka þetta þannig? Já, ég held að það sé hugsunin á baku þetta. Ok, sko nú ert þú náttúrulega vantilega búin að melda þetta eitthvað því að þú hefur séð Já, þetta. ég fekk smá fórskot og við viljum eiginlega ekki hafa þannig að Nei. þegar við erum komið með smá pott Já, þá draugum við bara og það er bara þetta sem við ætlum að taka. ok, þannig að ég þarf eiginlega aðeins að kljást við þetta. Já, því þetta er aðeins meira þér. Og ok, erfiðast, ok, út frá sjálfu mér ég myndi segja það sem að mér finnst erfiðast að vera kall er já, ég myndi segja hvað það er erfitt fyrir mig og flókið að sko stundum að skilja tilfinningarna mínar. Ok. Ég myndi, þú veist, það er bara fyrsta sem kemur. Það er bara svona, af hverju er ég stundum eins og ég er? En heldur það sé að þú ert kall? Sko, það sem ég er að meina með þessu er náttúrulega að því að ég er kall og út frá kallmennskunni og eitthvað svoleiði, sko. Ég gerum náttúrulega grein fyrir því að fólk er með alls konar tilfinningar og er stundum veltaði fyrir sér af hverju þetta er svona. Já. Og ég gerum mig líka grein fyrir því að þetta er náttúrulega ekki mjög svona, þetta er mjög mikið luxus vandamál, human vandamál, sko. En, já, ok. Þú vilt að ég sé meira specific? Nei, þetta var bara spurning sem að vera kall, sko, það sem að er kannski ekki beint erfitt en er svona kannski sorglegt eða leðilegt er bara að vera sko svona vitlaus, svona barnalegur. Já. Og og sama tíma í rauninni veit ég það að þú veist, ég er ákveðin ógn við aðrar manneskjur. Vera alveg clueless Já. en samt eiga að vera einhvern veginn með allt á hreinu. Já. Og líka þetta sem er ógnina sem þú ert að tala um. Já. Ok. Að vera sko ógn, þú veist, og ég veit að ég er ekki ógnaninum, skilur, og þá er ég tala um konur að kvár og svoleiðis, en hins vegar fólk en ég get verið lesin þannig og síður þannig. Já. Mér finnst það alveg svona bara sorglegt og leiðilegt. Já. En það væri náttúrulega mun verra ef ég var í afneitun um það, þannig ég ger mér alveg grein fyrir því. En í stuttumáli get ég sagt að mér finnist í rauninni ekkert erfitt við það að vera kall, sko, allavega ekki ég. Ég er búin að, sko, ég fekk auka 20 mínútur til að pæla í þessu. Já. Af því að auðvitað datt mér þetta í hug hálftíma fyrir þáttinn. Já. Og við rættum þessu að þau eru kallar. Já. En sko ég sé þetta svolítið þannig að sko að ég veit ekki, ég átta mig á því að allavega það er mín upplifun að forréttindin mín þau séu efst ég er ljónið í píramídanum, sko bara hvítu kall alveg gagnkynhneigður og sískynja og allt þetta, sko og mér finnst eiginlega ef ég væri farin að tala um hvað væri erfitt að vera kall og hvað væri erfitt að
ég veit ekki, þú veist, er alltaf tekin einhvern veginn sömu dæmin, það var að tala hérna, þú veist, tálmun og allt þetta, þú veist, auðvitað vill maður ekkert tala illa svoleiðis raunverulega atvik, en ég held að mörg að séu það mögulega ekki þegar að fólk notar þessi rök, en sko mér finnst ekki neitt erfitt við að vera kall nema mögulega aðrir kallar. En þá komum við kannski frekar að því hvers konar kall þú ert. Já. Heldur en þá þú sért kall. Já. Fattarðu? Já. Og það náttúrulega tengi ég mjög grimt. Enda sko hálfmynd eftir. Enda sko myndi ég kjósa samfélag kvenna umfram samfélag kalla, þú veist, ef ég ætti að kjósa bara því að ég tel mig geta átt dýpri og meira nærandi og gefandi samskipti heldur en kalla almennt. Og kannski lúppu við þessu í lokin inn á þessum að vináttu kalla, kannski þurfa kallar bara að fara að standa sig eins betur í því að vera með að vera bara aðeins duglegri. Búinn tíminn. Herri, þarna listu við þarna svöruðu þessu. Þá því svarað og við biðum fólk bara að senda inn hérna, þetta má vera einhver áskorun sem við höfum að leysa á 5 mínútum, þetta má vera spurning, þetta má vera topic sem við tölum í 5 mínútur að búið. Þið getið sendið þetta á Instagramið okkar, er það ekki best? Jú, 2 kallar. Já. Svo náttúrulega erum við erum, mér heyrist við verða með 2 kallar.is. Já. 2 kallar.is, þar mun birtast bara vídeo í heilsinni. Þar verður hægt að horfa á hann þátt, það verður líka hægt að hlusta á hann verður í opinni dagskrá, hann verður ekki læstur, hann verður ekki fyrir áskrifundur, þetta er bara public, bara gjöru svo vel. Og að því sögðu að þá mun það mögulega gerast, ég veit ekki, við erum nú ekki miklir kapitalistar, en við þurfum að fæða okkur og börnin okkar, að það getur vel verið að við munum ef svo ólíklega vill til að einhver með peninga vilji spónsa okkur. Já. Þá gæti það gerst. En það verður að vera mikli peningar. Að því við erum kallar þá Ég fyrir ekki að taka við einhverju smá klingi. Nei. Skiptir engum máli fyrir okkur, við erum kallar. Já. Nei, ég er bara svona vara fólk við sko, að það gæti gerst. Já, allavega það er ekki stemt á neitt annað, getum við sagt, en að hafa þetta bara engar auðlýsingar og bara fríi þættir og þeim með að horfa á þetta og hlusta á þetta eins og þið viljið og hvernig sem þið viljið og ef eitthvað breytist þá bara breytist það. Já. Og þetta þróast, þetta er verkefni í þróun, hugverki í þróun. Já, algjörlega. Er ekki bara komin tími á TikTokið okkar sem Jú, það átt að koma samt þegar 5 mínútur voru búnar. Bara leið? Nei, við þurftum að taka þessar tilkynningar. Já. Það verður að vera augljóst að við erum að byrja sko. Já. Við erum að gera okkar besta. Já, og ég, að því við settum okkar er svona, þú veist, við erum í stólum, þú veist, vanalega í nær takkaborðinu. Já, það tegja þig. Já. Það er pínu klúðuslegt. Já, ég reyndar þetta borð færanlegt, sko, ég gæti fært það nær mér, ég bara... Tökum okkur viku í það. Það er svolítið grillað, sko, að gera það. En já, Haukur, hvernig ertu annars? Almennt? Nei, núna. Bara þrælfýtt svona, það veist, sko. Hvernig, svo tökum nú smá selenski á þetta á Trump. Já. Svona aðeins nú er 1 klukkutími 8 mínútur og 50 sekundur liðnar. Það er árlant. Við erum að vinna með þetta. Þú sjálfur sagðir að 40-50 mínútur væri golden. Já. Mætir þú sjálfur með þitt eigið podcast 70 mínútur. Ha, já. Hvernig er að vera svona mikil gangandi þversögn? Bara hræstnari. Já. Ég má það. Já, má það. Þú átt það. Kallar mig og svoleiðis. Já, það er rétt. Þeir eiga bara að ráðleggja, þurfu ekki endilega að fara eftir því sjálfur. Nei, það er satt. Það er alveg hárrétt hjá þér. En þessi þáttur verður gefin út vikulega. Ok. Það ekki? Díl. Allavega þangið til að annað kemur í ljós. Og mögulega verður hann gefin út líka hjá karlmennskunni. Mér langaði náttúrulega, ok, við erum náttúrulega alltaf áfram að tala með þetta TikTok, en allavega, við veltum mikið fyrir okkur hvort við ættum bara að endurvekja karlmennskuna og ég að húka þig þangað inn. Þú ert búin að fara í 7 hringi, ég veit ekki hvað það finnst í dag sko. Nei, ég veit það ekki sjálfur. Ég veit bara ég er ógeðslega svongur og ég verð að fara að borða, þannig ég er að pæla ég að bara segja þetta gott. Við ræðum þetta á fulla maga.
Já, það ekki. Ok. Herru, þá bara komið ádráðan okkar sko.